Við getum séð rauninni öll þau samskipti sem hafa farið fram í málunum. Við vorum að leggja á dagsektir fyrir ekkert mjög löngu. Þá ákvað ég að prenta út svona stöðuskýrslu og var 100 blaðsíður. Þannig að það stundum ýmislegt búið að ganga á áður en að við förum áfram. Umsagnirnar. Við erum í samstarfi með byggingarfulltrúa, heilbrigðiseftirlit og lögreglu og við fáum beiðni frá sýslumönnum umsagnir, skráum það inn til okkar og sendum viðkomandi aðila gögn hvað hann á að skila. Síðan bíðum við bara rólegir þangað til viðkomandi skilir þeim gögnum. Ef hann gerir það ekki innan 30 daga þá fær hann viðvörun, 7 daga viðvörun og við munum senda neikvæða umsögn eftir 7 daga. Og svo sendum við bara neikvæða umsögn eða svarar ekki. Þá yfirleitt verða það mjög reiðir og vilja fá nýja umsögn frá okkur. Og þá segjum við að þeir verða að tala við sýsluna. Sýslumaður verður að biðja okkur nýja umsögnarbeiðni. Þannig að málið er ekki okkur. Við erum ekki þeir sem meðhandla málið. Við erum eingöngu spurðir að þetta húsnæði sem stenst það sem við erum að selja, já eða nei. Og við erum ekki eins og kæranlegir í því ferli og við þurfum ekki að koma rökstuðum fyrir því. Tölfræðin sem við höfum verið að taka út er náttúrulega bara, þetta er dálítið nýtt fyrir okkur að geta þetta. Við höfum ekki verið að nýta okkur þetta nægilega vel. Við höfum náttúrulega fyrst og fremst bara með fjölda skoðana. Við getum séð lengd skoðana, niðurstöður alvarleika, bæði eftir tímabilum og notkunarflokkum. Við vorum að fara að fá einn skrá með öllum atvinnuhúsnæðum og höfuðborgarsvæðinu. Þannig að við getum fara að taka út svoleiðis tölfræði. Hérna er sú skrá, þessi uppfærsla er á leiðinni til notenda. Ég er í því að testa þetta og skoða þetta. Þetta er ekki komið í uppfærslu sem verður vonandi fljótlega. Þannig að þá sjáum við bæði á korti staðsetningar á húsinu, eins og húsið hérna sem við erum í núna. Við sjáum alla eignarhluta húsins, hver er eigandi að hverjum hluta fyrir sig, hvað hann er stór, fermetrum. Við getum bætt við bæði þá getum við séð hvort það hafa verið umsagnir á húsið, hvað mörg mála þetta hús og síðan nákvæmlega hvað margar skoðanir hafa verið á sama hús. Við getum líka bætt við eigendum hvers hús fyrir sig, þannig að þegar hönnuðir eða aðrir koma til okkar með til dæmis eins og brunahönnun, þá er þetta að setja hana undir húsnæðið og skrá dagsetninguna á hana, þannig að við getum alltaf nálgast hana í grunnum allir, hún er ekki upp í hillu hjá einhverjum einum inni í okkur sem hinir vil ekki gera. Þannig að nú erum við farin að sjá fram á það að geta haldið upp á eigindi húsana, haldið utan á það sér. Og inn í því munum við væntanlega geta tengt á brunaveðurkerfi og vatnsóðakerfi og sérstöðuna á því. Þannig að við erum ekki alveg búin að hugsa þá útfærslu lenda og við erum ekki komið það inn í brunaveðurinn eins og er. En við erum að keyra þá gagnagrunna núna og safna upplýsingunum. Þannig að tengingi þarna inn kemur vonandi fljótlega. Birgir, má ég spyrja einu? Já. Þarna, hvað með eigið eftirlitskerfi? Verður það eitthvað inn í þessu? Við höfum bara því miður ekki gefist nægur tími til að setjast niður og hugsa það. En okkar sýn á það er það að þetta verði inn í þessu á sama hátt og vatnsóðakerfi og brunaveðurkerfi. Að þú ert bara með app sem þú skoðar bara þitt húsið og með þína síður, þarna bara mín síða þessa byggingu, skoða það bara venjulega. Já. Ég ekki bætt við bara í sambandi við þessa spurningu að það mun alltaf fara í sama gagnagrunni, síðan er þetta í rauninni, það er í rauninni bara eitt gagnagrunn,
heldur utan hvort sem það brunaviðvörunarkerfi eða skoðanir og svo eigið eftirlitið kemur þar inn og meira til. Síðan í rauninni bara mismunandi sýn. Þessi sýn sem hann þarna bakinn kerfið sem þeir eru að nota bara svona hannað fyrir þá í eftirlitinu sko. Og síðan eru við kannski með vefgáttir sem þá sýn þeirra aðila sem eru að sinna eigið eftirliti. En þetta fyrir sama gagnagrunn og svo er þetta tengt saman og það sem við höfum notað er þessi kennitala byggingar úr fasteignaskrá, þetta heitinúmer sem við getum þá, lengi sem við krefjumst þess, gerum þá kröfu að þegar byggingar eru skráðar inn, að þá það skráða með þessu númeri alveg eins og þegar einstaklingar eru skráðar inn og skráðar inn með kennitölu. Þá getum við rauninni tengt þetta allt saman og byggt rauninni bara eftir þörfum. Þannig að við erum vonandi að sjá fram á það að við getum haldið því lifandi líf. Kerfið í dag hefur aukið afkost gríðarlega eins og sáðu það. Kemur með tölfræði, auðveld, rafræn samskipti, minnkar pappír, skipulagður yfirferð skoðana, samræmd vinnubragða. Þetta eru reyndar öll misjöfn, þannig að vinnubragðin er aldrei eins stóra sig við reynum það. Auðvitað bæði yfirmanna og undirmanna og við reiknaði út svona gróflega miðað við fjölda skoðana, þannig að það fyrra þetta. Þá voru að reikna að það væri 3,7 stöðugildi sem þetta spæði. Þannig að það er hellingur. Þá er ég eiginlega bara komin á enda. Eitthvað sem vilja spyrja frekar. Þegar að þetta verður komið þá lengra leið nú í horfum brunahönnunarkerfum til dæmis. Já. Og þegar brunahönnun yfir ákveðna eign, við talum að það kemur sérlega inn í grunninn, er það upplýsingar sem við getum nálgast, hvort það var eitthvað slíkum app eða vefsæði við sem notandi þannig sem við getum lesið? Við bara erum ekki búin að hugsa það. Það er bara, þetta er mjög góð hugmynd ef það verði þína sín eigandi byggingarinnar og þú hefur þar inn í brunahönnun byggingarinnar. Það er örugglega hægt ef við séum með það tengt inn í okkur, hvort sem það þá... Viðskiptavinur óskóp eftir í okkar dæmi að þá virkir brunahönnunarkerfi seinkanir og hitt og þetta og ákveðna virkir en það er náttúrulega til eitthvað sem til brunahönnun og það er ábyrgðarskjalið. Þannig að það er eitthvað sem við getum að fletta sagt að það þá breyta brunahönnun sem tóka saman. Já, ég meina vonandi verður þetta tengt saman, þannig að það geta alveg nýtt sér þær upplýsingar sem eru til staðar. En grunnurinn af því er náttúrulega að húseigendandi leyfi það, að þú hafir aðgang á þeim upplýsingum. Með brunahönnunina? Bara þekki ég ekki, það er aðrir sem geta svarað því. Ég skal svara því. Þetta tengist á því að við erum að fara yfir í miklu meira rafrænt umhverfi líka í byggingamálum. Og þegar þú sækir byggingaleyfi, þá átt þú að skila inn rafrænum gögnum og við erum að byggja byggingar, búa til byggingargátt sem verður rafrænt þar sem að menn eiga að skila inn rafrænum teikningum og öllum skýrslum meðal annars brunahönnun inn í kerfi. Síðan tekur byggingarfulltrúi það fyrir yfir það samkvæmt skoðunarhandbókum frá Mannvirkjastofnun og fyrir úttektir og annað og eigandi byggingarinnar hefur aðgang inn í sitt. Hann getur farið og skoðað stöðuna hjá sér, en hann getur ekki skoðað hjá öðrum. Ef að þessi eigandi byggingar hins vegar vill gefa þér sem einhverjum svona þjónustuaðila aðgang inn í sínar upplýsingar, þá er það fullt mögulegt, þó að sé, eins og ég segja, það er ekki búið að uppfæra það. Ég get sagt frá Mannvirkjastofnun, við vorum með Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins, Mannvirkjastofnun og Eignarhaldsfélag Brunabótafélags Íslands. Við fórum í 3 ára átak, settum 7 milljónir hver á hverju ári í 3 ár, 64 milljónir samtals, til þess að reyna að byggja þetta upp. Og svo, þetta hefur tekist algjörlega frábærlega, verð ég að segja, og svo hafa þau bara verið að sigla þetta áfram sjálf. En á meðan þá erum við búin að vera að vinna með þeim í því að reyna að kópera þetta kerfi yfir í byggingarbransa líka, að fá
app fyrir byggingafulltrúa. Þeir fara eftir skoðanahandbókunum okkar rafrænt og þeir eru núna að vinna í því. Það er þess vegna sem hann er bara með 1,5 mann í þessu. En þetta er algjörlega frábært og maður á alls ekki að hrósa fólki þegar það er viðstatt. Svo ég ætla bara að segja, þetta er ágætt hjá þeim. En sko, tökum þetta svo samningur sem hann gerði við Mannvirkjastofnun og Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins. Við klárum hann á 1,5 ári og sem byrjar á öðrum hugmyndum eftir það. Þannig að við erum komin langt út fyrir þær hugmyndir sem var komnar í upphafi. Þannig að eins og tenginga fyrir farsóðakerfi og brunavinnukerfi og allt þetta tótt. Við erum komnir mjög langt miðað við þær hugmyndir sem við höfum í upphafi. Já. Spurning með viðvörunarkerfið, hvenær áætla það sé tilbúið hreinlega fyrir þjónustaðalega til að nýta það? Þú eru nokkur búin að skrá, hvenær það verða hreinlega virt? Getur hluti af samningi við eiganda, gögnum skráð hjá ykkur og þessu aðgengileg. Bara næsta spurning. Er það sko, þú segir 6 dagar eða 6 ár? Já, sko, við erum með tæknilega séð gefnum við einhent okkur í þetta að vera búin kannski eftir hálft ári eða hvernig sem er. En við erum bara að sinna svo rosalega mörgu í einu og við bara getum aldrei lofað þessu. Við getum ekki lofað upp í hendurnar okkur. Við erum búin að gera það nokkru sinnum og nú erum við hættið því. Þá spyr ég bara, þau fyrirtæki sem þegar eru að skrá inn, svo nefndi fyrr, er það virt hjá þeim sem geta þau fyrirtæki nýtt sér þetta? Já. Ok. Þetta er tilbúið að vilja fyrir henn? Já. Það er bara appið sem þeir eru ekki komið með hendurnar. En það er sko verið eins og Björn nefndi að það er verið að vinna app fyrir fleiri en einn aðila og við ætlum að reyna að nýta okkur þá þekkingu til þess að búa til betra app fyrir okkur. Þannig að, og þá líka þá sem þjónustaðar þessa kerfa. Þannig að þetta er ekki alveg komið að þessu, en það er örugglega töluvert mikið búið og tilbúið. Það er bara spurning að klára húsleiði saman og koma í test og pröfu. Já, en fyrir ekki þetta áhrifin þá fyrir að tala um appin. Ef ég sé þjónustaðili, vill ég alltaf skrá um stöðuna, staðarsökkerfa sé lagi hættusendir, þá er það tilbúið. Já. Ok, flott. Það er tilbúið í dag og það er það sem við erum að skrá í dag og við þurfum rauninni bara að kannski bara taka okkur tak og fara að auglýsa það til þeirra annarra sem er að sinna þessum brunavinnukerfum og fá þá til að skrá þeim. Vegna þess að það er allt tilbúið til þess og það er verið að skrá henni í dag. Þannig að það er bara spurning að halda þá námskeiðið eða eitthvað fyrir sig og gefa mönnum aðgang. Þannig að það er spurning hvort mann ræði við Björn það að auglýsa það. Já. Verður gerð einhver skylda á þá sem að þjónusta brunavinnukerfi var inn í þetta kerfi þá í framtíðinni? Já. Það stendur í lögum eða sérstaklega reglum brunavinnukerfi að þeir bera að skila upplýsingum til slökkviliðs stöðu kerfanna, árlega. Þarna segjum við bara núna, nú erum við með gátt til þess og þú þarft að skráða bara í þessu kerfi, gerðu svo vel. Alveg á sama hátt var farið með varðstofakerfi. Þetta ég bara hef ekki reynslaðið sjálfur en Egill hann getur örugglega sagt hvort þetta hafi reynst honum vel eða ekki. Þannig að hvort þetta hafi auðvitað utan á hann hjá honum. Í dag staðfest það. Já. Það var mikið bylting þegar þetta var gert. Já. Þannig að á sama hátt höldum við þetta verði alveg eins með brunavinnukerfi sem er búin að vera algjörlega í limbó sum. Við höfum því miður lent í því að koma að brunavinnukerfum sem hafa ekki verið þjónustuð eða virt í 3-4 ár. Þannig að svoleiðis munum við reyna að geta sópað upp með því að það eiga öll kerfi vera skráð eftir þessum miðum sem við sögum kenndur. Eða þessi ekki fleiri spurningar þá bara þakka þér fyrir mig en við verðum alltaf að þið vil spyrja. Takk.
minnar. Ég bara að segja þakk bara hérlega fyrir þetta var mjög áhugavert og veit það svolítið frá eigin reynduði sem ég hef stundið gert þegar mér er að taka eitthvað út. Það getur verið sem, það er ekki bara að fara á stöð, það er svo mikið vinna að ganga frá hlutur alltaf, það getur ekki miklu meiri tíma þetta að skoða sjálf. Og þetta er miklu svo aðdáunarverk hvað próduktur sem þér hefur komið með, hvað það virðist gera það auðveldlega við að klára málinn og halda áfram. Þannig að það hefur mjög fróðlegt að sjá hvernig gengur með þetta í framtíð, hvernig það búið að þróast áfram. Við erum reyna góður í hverju leið og langt undan áætlun. Þannig að ég ætla bara að þakka Einar og Ómari fyrir og þakka sömuleiðis Eflu fyrir að lána okkur hérna salinn. Og ég minni þá að við munum fljótlega að við erum með hugmynd nýjan morgunfund, væntanlega í lok mánaðarins að það komið í ljós. Ég þakka það fyrir og hafið góðan dag. Ég veit að